Pétur Ármann heiti ég og bý hér í Friðheimum í Bláskógabyggð. Hér búum við með garðyrkju sem er svona grunnbúgrein og hesta og síðan fyrir rúmum 10 árum síðan þá opnuðu hjá okkur búið og ákveðum að bjóða gestum að koma hér heim. Bæði til þess að kynnast íslenska hestinum, þannig að við erum með svona hestasýningar og hesthúsa heimsóknir allt árið umkring. Og síðan opnuðu hjá okkur gróðurhúsið þar sem við erum með svona gestastofu sem við tökum gesti inn til þess að segja frá og kynna íslenska garðyrkju sem er mjög gaman að segja frá og svo opnuðum við veitingastað þar sem við erum að bjóða upp á, við köllum það svona matarupplifun þar sem gestirnir fá svona upplýsingar um það hvernig við förum að því á Íslandi að rækta tómata allt árið umkring, hvernig við notum hjálp náttúrunnar til þess að gera það mögulegt og hvað er svona sérstaka við íslenska tómata, það sem að gæðin koma náttúrulega sterkt fram og síðan þetta setjast niður við hlíðina á plöntunum og snæða svolítið frá plöntunum sem við setjum hlíðina og þannig að allur matseðillinn er tengdur síðan tómatunum. Þetta byrjuðum við með 2008 og höfum verið svona byggjað upp síðan þá. Átt að verða litla sæta hlíðarbúgrunn okkar en ferðarþjónustu hlutin er eiginlega orðinn í dag 3 sinnum stærri heldur en garðyrkjuhlutin. Þegar við ákveðum að opna hjá okkur búið þá langaði okkur svolítið að gera þetta eins og garðyrkjuna. Í íslensk garðyrkju erum við að keppa í gæðum alla daga, bragðgæðum, heilnæmi, hollustu, ferskleika. Þannig að neytandinn sem fer út í búð og velur sér grænmeti, hann getur oft fundið ódýrari vöru, innflutta vöru, en íslenska varan á að vera það góð í gæðum að hann tekur hana frekar og þannig keppum við á markaðnum. Þannig að okkur langaði til þess að gera eins í ferðarþjónustunni þegar við opnum hjá okkur búið, að keppa þar í gæðum líka og byggja upp okkar ferðarþjónustu á gæðum. Þannig að við ákveðum strax að við ætlum ekkert að auglýsa og kaupa neinar auglýsingar, heldur langaði okkur bara svolítið að láta þetta spyrjast út, þannig að byggja svona orðsporsmarkaðssetningu eða word of mouth og word of mouth gengur aldrei upp nema þú byggir á gæðum. Þannig að það var svona grunnstefið okkar, þannig að við höfum verið mjög einbeitt í því síðustu ár að byggja upp okkar innviði út frá þeirri hugsun. Þannig að við tókum mjög stórt skref að fara inn í gæðakerfi ferðarþjónustunnar sem er Vakinn og við erum gríðarlega stolt að vera þar inni og við erum gríðarlega ánað að hafa tekið það skref í byrjun því að það er svona grunnurinn af okkar innviða uppbyggingu. Við notuðum svona innleiðingartímann til þess að byggja upp okkar innviði í leiðinni. Á þessum árum var fyrirtæki okkar að stækka rosalega hratt, þannig að við urðum að vera svolítið rösk að byggja upp innviðinni í leiðinni og notuðum Vakan í það og það er svona grunnurinn af okkar gæðakerfi. Fengum úttekt þar 2017 og svo aftur úttekt núna í ár. Og síðan höfum við verið að byggja ofan á það og höfum lagt mikla áherslu á að mennta og fræða okkar starfsfólk. Þannig að við bjuggum okkur til svona starfsmannahandbók, þannig að fyrsti dagurinn fer í því að fara í gegnum starfsmannahandbókina. Yfirskriftin er velkomin í fjölskylduna. Við erum lítil fjölskyldufyrirtæki þegar við byrjuðum 1995 og þá var þetta bara vinnustaður fyrir konuna mína. Síðan bættist ég í hópinn og síðan hafði starfsfólkinu fjölgað. Í dag erum við með 48 heilsárs starfsgetu, bætum við 10 manneskjur yfir sumartímann, þannig að við erum 60 manns, hátt í 60 manns yfir sumarið. Og hér er handbókin, velkomin í fjölskylduna og hérna förum við svona yfir það. Gildin okkar eru jákvæðni, fagmennska og traust, þannig að við leggjum áherslu á það og síðan erum við að fara yfir þetta, handbókin bæði á ensku og íslensku og þú sér hérna efnisyfirlitið, þetta ansi margir efnisflokkar sem við erum að fara yfir. Aukalega erum við með enginn á að sætta sig við einelti, þannig að við tökum smá kafla af þeir, bæði á ensku og íslensku. Síðan erum við með reglugerð varðandi velferð hrossa, því það er svona hluti okkar starfsemi. Fyrsti dagurinn fer í því að fara í gegnum starfsmannahandbókina og síðan tekum við alveg 6 vikna þjálfunarplan þar sem við erum búin að setja alveg niður. Í viku 2 ertu að læra þetta, í viku 3 ertu að læra þetta, í viku 6 ertu að læra þetta sem byggir á því að þjálfa upp starfsmennin til þess að taka á móti okkar gestum eins og við myndum gera það sjálf. Í okkar ferðarþjónustu erum við að segja frá og uppfræða alla daga, þannig að við þurfum að miðla fróðleik, þannig að við þurfum að undirbúa okkar starfsfólk vel undir það og síðan erum við að þjónusta okkar starfsfólk og svo náttúrulega að elda mat og sinna hrossum og rækta grænmeti, þannig að þetta er mjög víðfeðmt en eru síðan með þjálfunar plön fyrir hverja sjálfsögð starfsstöð fyrir sig. Og það er svo gaman einhvern veginn
í okkar fyrirtæki erum við náttúrulega með svolítið breiðan starfsmannahóp. Við erum náttúrulega heppin að fá mikið af fólki hérna úr sveitinni og svo veljum við svolítið inn fólk frá mörgum löndum. Okkur er gaman að bæða kynnast fólki frá mörgum löndum, en við nýtum okkur þetta líka svolítið sem styrk inn í fyrirtækinu að alla daga erum við að segja frá, bæði hérna inn í gróðurhús og í hesthúsinu, og í dag get ég til dæmis boðið kynninguna á örugglega svona 6-7 tungumálum. Grunnurinn er samt að enskan er það tungumál sem við tölum mest, því að við þurfum öll að geta átt samskipti, en leggjum mikla áherslu á íslensku, þannig að öll okkar starfsfólki er boðið frítt íslenskunám, alveg eins og við vilja. Síðan höfum við unnið með svona, við köllum það svona feedback viðtöl, þar sem við búum til svona samtala einu sinni á árið með okkar starfsfólki, þar sem við förum svona yfir í hverju ertu góður og hvað getur við betur bætt og hvað getur við betur bætt, þannig að við förum yfir það á hverju ári, þannig að við svona vinnum í hrósum fyrir styrkleikarna og vinnum í veikleikunum, og þetta finnst mér hafa gefið sér mjög vel. Og síðan höfum við verið með svona það sem við köllum stóra starfsmannafundin eða big meeting, þar sem við tökum allan starfsmannahópinn einu sinni á ári, hann er alltaf í nóvember hjá okkur, og þar erum við alltaf með svona ákveðið efni sem við tökum fyrir, síðan skiptum við okkur í hópa, þar sem við byggjum hvern og einn að koma með 3 miða það hvað er gott við að vinna í Friðheimum og 3 miða það hvað gætum við betur bætt, og síðan kannski 3 miða hvort það sé einhverja hugmyndir þess að við getum gert eitthvað skemmtilegt. Og þetta hefur við síðan notað svolítið sem þessi leiðavísir í starfinu næsta árið, þannig að við tökum þetta saman, við förum yfir þetta öll saman, og síðan er þetta þannig þá að starfsmennirnir eru þá svona hluti í því að byggja upp ævintýri með okkur, eiga margar hugmyndir sem við erum búin að koma í framkvæmd, þannig að þetta er frábærlega verðmætt fyrir okkur eigendurnar að fá svona mikið af hugmyndum og góðu punktum. Á Íslandi náttúrulega búum við þá sérstöðu að við erum með svo frábært hráefni, eiginlega alveg saman hvað við lítum, hvort það sé fiskunum, sjónum, lambið á fjöllunum eða grænmetið úr gróðurhúsunum, að allur landbúnaður og sjávarútvegur á Íslandi er náttúrulega frábær afurð, frábært hráefni sem er hægt að gera svo stórkostlega hluti úr og er náttúrulega verið að gera um allar grundir, en við getum gert kannski svona svolítið meira úr því að segja frá og svona presentera það eða kynna það.